Sko hugmyndin fæðist svona í kringum 2017-18 upphaflega þegar ég var framkvæmdastjóri hjá bátahönnunarfyrirtæki og bátaframleiðslufyrirtæki hérna heima sem heitir Rafnar og þá fékk ég Háskóla Íslands til þess að framkvæma rannsókn og samanburð á bátunum sem við vorum að smíða og það voru tvær mikilvægar niðurstöður sem kom út úr þessari rannsókn sem að prófessor Magnús Þór Jónsson sá fyrir hönd háskólans. Annars vegar að rafnabátarnir hafa sjóhæfni umfram flest sem til á markaðnum en hitt var síðan að við sáum að í samanburðarbátnum þá vorum við að mæla högg sem að gátu verið ef fólk hefði verið borð hættulegt. Og þannig að við fórum að velta því fyrir okkur bara í okkur svona frítíma, okkur ekki til, í fyrsta lagi eitthvað til, eitthvað svona kerfi sem að getur mælt og ráðlagt skipstjórum hvaða hraða þeir eiga að sigla á þessum bátum til að koma í veg fyrir eins og hægt að slys gerist. Og niðurstaðan eftir okkar leit, gerðum mikla leit þess að við fundum ekki neitt. Þannig að þá fórum við bara af stað og fórum bara í okkar svona frítíma að prófa að smíða prótótýpur. Það sem að gerist þegar að bátar sigla að þeir sigla hratt og þeir svona slá hafflötinn og þeir sem að sitja hérna fremst geta orðið fyrir nífaldum höggum við þá sem að sitja hérna aftast í bátnum. Og oftar eru skipstjórarnir hérna aftast. Þannig að þeir hafa ekki endilega tilfinningu fyrir þó séu hæfir skipstjórar til þess að meta hvaða högg að koma hérna fremst. Mjög snemma í ferlinu þá höfðum við samband við hérna tryggingamiðstöðina, við þekktum til þar og kynntum þetta fyrir þeim og þeir veitt okkur styrk sem var talsvert há fjárhæð þá sem að gera okkur kleift að fara af stað og smíða svona frumgerð sem hægt var að nota í bátunum til þess að prófa. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins sem núna heitir Nýsköpunarsjóðurinn Kría, þeir komu inn með hlutafé og síðan þróast þetta og við förum að ráða starfsmenn. 2021 þá kemur inn bandarískur fjárfestingarsjóður og svo var það líka þýskur fjárfestingarsjóður sem fjárfesti fyrir hönd þýsks fyrirtækis sem að rekur fjöldan allan af gámaskipum og slíku, eitt af stærstu fyrirtækjum í heiminum á því sviði. Og þeir voru að gera það sama. Þeir voru að leita nýrri tækni í hafsækinni starfsemi. Þannig við vorum á tiltölulega góðum tíma að fara af stað með verkefnið. Í ársbyrjun 2022 þá kynntum við núverandi útgáfa af kerfinu. Þetta byggir á gervigreind og það leiðbeinir skipstjóra á hvaða hraða hann að hún sigla með aðstæður á hverjum tíma og gerir þetta í rauntíma. En síðan kerfið líka tengt bátnum sem slíkum. Það fylgist með ástandi vélar og safnar öllum gögnum sem að verða til borð í bátnum frá öllum búnaði vélum og tækjum. Kerfið okkar núna í notkun meðal viðskiptavina, borgandi viðskiptavina út allan heim og Landsbjörg hefur sett þetta í alla sína nýja báta sem þeir eru að kaupa frá og láta smíða fyrir sig í Finnlandi. Kom upp tilvik þar sem að gerist óhapp sem betur fyrir slasaðist enginn en þetta nýja fyrsta skip þeirra, björgunarskip, það skemmdist. En að því að kerfið okkar var borð þá gátu þau sýnt með gögnum fram á hvað hefði gerst. Þannig að tryggingafélagið greiddi fyrir tjónið og ekki síður mikilvægt að skipasmiðurinn, framleiðandinn í Finnlandi, þeir þurftu að fara aftur að teikniborðinu og laga það sem hafði gengið úr lagi við þetta óhapp því að það átti ekki að geta gerst. Það búið að nota í sem nemur 40.000 siglingum, ferðum, það byrja 60.000 klukkutímum og í þessu gríðarlega verðmætt safn af gögnum vegna þess að við söfnum öllum gögnum úr öllum þessum ferðum, hvort að álag á vélar sé eðlilegt, hvort að eyðslan sé eðlileg og svo framvegis. Þannig inn í þessu gagnasetti sem ört stækkandi og það svona alltaf 2.000 ferðir á hverju mánuði sem bætast við. Það svona framtíðar þróun fyrir okkur á ýmsum sviðum og við sjáum að þeir eru viðskiptavinir sem eru búnir að tileinka sér og byrja að nota kerfið. Þeir eru alltaf að nota þetta í meiri og meiri tilgangi eins og hollenska lóðsbátasamtökin, þetta 200 ára gömul stofnun, íhaldssöm í þeim skilningi að þeir eru stökkva ekki á neina nýjungar. Þeir prófuðu kerfið okkar í 2000 ferðum, þrjú skip báta
og endanum ákváðu þeir að kaupa kerfið og síðan fljótlega þó keyptir fleiri kerfi heldur en ætluðu sér samkvæmt samningi og núna er kerfið orðið eitt af því sem þeir nota í þjálfun áhafna, skipstjóra áhafna. Þannig að notkunin á kerfinu, hún eykst umfram bara, þá segi ég bara innan gæsalappa, að leiðbeina skipstjórum. Vegna þess að gagnadrifna ákvarðanir, það var skortur á því í hafsækinni starfsemi. En núna er þetta komið upp í 30 metra stór skip. Það er ekkert sem segir að við getum ekki haldið áfram að þróa þetta fyrir stærri skip. En við viljum fyrst læra að ganga og hlaupa áður en við förum yfir í aðra markaðshluta. Við sjáum það er að koma meiri samkeppni og við fögnum því, vegna þess að þá þurfum við bara að hlaupa hraðar. Og ef það var ekki samkeppnin á markaðnum þá getur maður veltið fyrir sig hvers mikils virði er markaður og hversu áhugaverður er hann sko. En það sem er mjög erfitt að kópera eða afrita er þetta gagnasafn sem ég var að nefna, sem að núna telur svona 1,5 milljón kílómetra. Vegna þess að þó svo að einhver sem vildi fara í beina samkeppni við okkur og sé með djúpavasa, þá getur ráðið fólk, en hann eða hún eða fjárfestirinn getur ekki farið af stað og keypt gagnasafn eins og við erum búin að safna núna í höndum okkar viðskiptavina, siglandi út allan heim. Í því líka felst ákveðin vernd. Þegar við segjum að kerfið hafi verið þróa hérna heima, hannað og prófað meðal annars af íslensku landhelgisgæslunni, þá fær fólk svolítið traust á vörinu bara strax. Vegna þess að veðurskilyrði hér og sjólag hér er með því mest krefjandi sem hún getur tekist á við. Og Ísland hefur mjög jákvæð ímynd þegar kemur af hafsækinni starfsemi og tækni nýjungum og nýsköpun yfir höfuð, ekki bara í hafsækinni starfsemi en að því við erum þar og þá finnum við vitum og heyrum hvað aðilar á þessu markaði segja það. Þannig að það hjálpar. En nafnið eiginlega kom til eitthvað, við vorum að hugsa í byrjun að við vildum nafn sem hefði einhverja sögu og við gerðum svona leit og duttum niður á nafni Heffring og það kemur úr norrænni goðafræði, þar sem að ægir og rán, goð og gyðja sjávarins áttu 9 dætur og þær voru allar nefndar eftir mismunandi öldulagi og Heffring var nefnd eftir rísandi öldu og það var náttúrulega það sem við fórum á stað með, það var að mæla hvernig bátar slá og skella í öldur og hvernig hægt var að bregðast við því til þess að auka öryggi. Þannig að þaðan kemur nafnið á fyrirtækinu.